Ég komið sæl. Þannig svona fremur rólegt að lítast hjá okkur. Við höfum hérna svona víðátt mikið laðarsvæði við Bretlandseyjar sem svona tegja sér áttunum til okkar og svo hæðarsvæði hérna fyrir svona Grænland sem svona aðeins að þoka sér í áttunum til okkar. En það verður nú samt svona freka vætusamt hjá okkur næstu dagana. Það eru svona koma svona smálægðir hérna inn á Grænlandshaf með einhverju úrkomu þannig að það verður svona mestur leiti svona vestanverslandi sem að verði fyrir henni en síðan svona þegar líður á vikuna þá verður nú svona þessi vestanátt eitthvað ákveðnar og gætu kannski orðið svolítið stíf hérna tíma 50 deginum landi vestanvert. En ef við lítum að hitasviðið þá erum við svona, það er nú svona á mörkum svona hlýrra og svalari loftmassa þannig að hitastigið verður nú væntanlega svona dansandi eitthvað í kringum 10 gráðunar hjá okkur næstu dagana og eins og sjáum að þá er ekkit voðalega langt í svona heldur svalara loft. En við skulum skoða hvað er að gerast hjá okkur næsta sólarhringi. Nú er úrkomusvæði sem er að nálgast vesturströndina og kemur inn á vestanvert landi í kvöld og nótt þannig að það verður svona einhver súld eða rigning á vestanverðu landi en ekkert mjög mikil úrkomu í þessu en svona þegar líður nóttina þá hérna eyðist hún nú en það verður nú svona kannski einhverja smá skúrir á norðausturhorninu á morgun en annars ætti nú að létta verulega til svona þegar kemur fram á morgundaginn sérstaklega landið vestanvert. Og þann svona lítur þá Íslandskortið út á klukkan 15 á morgun við sjáum að það er svona vestlega átt í kortunum svona gola eða jafnvel bara hægviðri nokkuð bjart hérna landið vestanvert og en svona skýjað hérna við norðausturströndina og hitatölur svona bilinu 6 til 15 stig. Nú ef við skoðum sér áfram hvað er að gerast svona strax annan kvöld þá byrjar að þykna upp hérna landið vestanvert það er svona önnur smá skil sem er að koma inn á landinu við sjáum læðina að koma hérna upp á milli Íslands og Grænlands og það gæti ringt svolítið duglega á aðfaranótt 50 dagsins landið vestanvert en síðan svo í kjölfæri þá tekur við svona nokkuð stíf vestanátt og þá sérstaklega landið vestanvert en svona mjög hægari austanlands og þannig lítið þá 50 dagarinn út á hádegi það er svona vestan 7 til jafnvel 10 metrar á sekundi hérna landið vestanvert hægari annar staðar hitatölurnar svona eru milli 10 og 15 gráður og nokkuð bjart þá landið sérstaklega landið austanvert. Nú síðan á föstudaginn þá fáum við nýtt svona úrkomusvæði sem kemur hérna inn á suðvesturhornið þannig að það verður þungbúið og rigning á suðvesturlandi meðan að norðaustan til verður mun bjartara og þar verður hitatölu líka mun hærri. Og laugardagurinn, kosningadagurinn, hann býður upp á vestanátt með svona fremur þunguveðri þá sérstaklega landið sunnan og vestanvert og jafnvel svona rigning með köflum en svona besta veðri verður þá væntanlega hérna á norðausturhorninu og ef þessi spá rætist þá slæðir hitinn upp í 20 gráður hérna á Austurlandi. En við skulum skoða hvað er að gerast í kringum okkur, það er lagð hérna yfir norðursjónum og því svona þungbúið og óstöðugt loft, en það er hlýtt hérna á Norðurlöndunum, sjáum að hitatölurnar víða og yfir 20 stig, mikið skúraleiðingar á Bretlandseyjum og sömuleiðis hérna á Meginlandinu og Balkanskaganum verða víða dembur en það nú farið að létta til þegar við komum til Grikklands þar sem að gert ráð fyrir að verði létt skýjað á 25 stig í Aþenu. Ef við förum aðeins vestur á bógina þá er fínasta veður bæði í Spán og Portugal, það farið að hlýna verulega þar, sjáum að hitatölunar eru komnar hérna yfir 30 stigin en aftur á móti svona mun svalara og þungbúnara og víða rigning í Frakklandi. Á Kanaríeyjum verður fínasta veður á morgun, það er norðanátt og létt skýjað og hitatölur svona yfir 20 stigum. Áfram þrumið veður við Mexíkóflóan og mjög hlýtt og sömuleiðis er rigning hérna norðaustan til en bjart veður yfir vesturströndina. En sérst á morgun í okkur þá á að rigna vestanlands í nótt síðan léttir til og verður fínasta veður á morgun og síðan aftur að fara að rigna vestanlands annað kvöld og aðra nótt. En við skulum láta þetta duga veðri, verið sæl.